Já, sportþátturinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi og já, eins og ég sagði áðan þá fór fram Íslandsmót í boccia helgina og línuna komin Ólafur Ólafsson, formaður Aspar sem héldu utanum mótið. Komdu blessaður og sæll höfðingi. Já, sæll og blessaður. Hvernig hefur það? Ég að jafna mig. Já, þetta hefur verið heilmikið fyrirkomulega þarna hjá okkur. Ef maður las rétt að þá voru yfir 200 keppendur þarna mætti til leiks. 230, já, rúmlega. Alls staðar að landinu. Já, og þetta frá, já, hvað, 15 félögum eða? 15 aðeldarfélögum íþróttasamband fatlaðra. Þannig að það hefur ekki vantað upp á þáttökutuna þarna? Nei, þetta árlegu viðburður. Þetta einstaklingskeppni í boccia og þessi keppni haldin svona í október yfirleitt á hverju ári og aðeldarfélögin skiptast á að halda utan þetta mót. Í fyrra þá var þetta á Seyðisfirði en núna tókum við þetta verkefni að okkur í tilefni því að Öspin 35 ára á þessu ári. Já, og já, til hamingju með það. Já, það er fyrir. Og það er væntanlega mikið vatn runnið til sjávar frá stofnun þessa félags? Já, við stofnum það með mikið viðhöfn fyrir 35 árum síðan 18. maí og við völdum ekki minni stað en Þingvelli til þess að stofna félagið. Já. Já. Og þú kannast við það frá stofnun þess? Já, ég búin að vera viðriðin þetta félag í þessi 35 ár. Þannig að ég var í stjórn félagsins fyrstu 2 árin og á 3. árinu þá var ég kosinn sem formaður og ég sitt sem fastast. Já. En já, svona með hvernig svona fyrir íþrótti fatlar að það hefur eða ekki aukist alveg heilmikið í bara svona iðkendum og fleira það ekki á þessum 35 árum? Jú, þetta hefur stóraukist þáttakan og fatlaðir íþróttamenn eru farnir að gera garðinn frægan bæði hér innanlands og á heimsmælikvarða. Já. Og já, við erum náttúrulega Íslendingar nú þekkti fyrir það að vera öflugir í íþróttum fatlara. Já, og eins og kannski þekkt þá Jón Margeir Sverrisson þarna ólympíumeistari og ég kenndi honum að synda. Já. Það monta mig svolítið. Já, það veitir nú ekki að því. Nákvæmlega. En hvernig svona, ef við förum aðeins í Íslandsmóti sem haldið var helgina, þetta var náttúrulega margir keppendur, var eitthvað sem svona stóð upp úr þessa helgi? Já, náttúrulega, mótið sem slíkt, þetta rosalega stórt. Við vorum frá klukkan 9 á laugardagsmótninum. Við vorum setninguna á föstudagskvöld og þá mættu keppendur og sem sagt marsjeruð inn og síðan komu fatlaðir íþróttamenn úr Gerplu sem að æfa fimleika og voru með mjög skemmtilega fimleikasýningu og síðan mættu við til leiks á laugardagsmorgun klukkan 9 og þetta eru sem sagt 7 deildir og í 7. deildinni voru 8 riðlar. Þannig að þetta var geysilega mikið verkefni og þurfti mikinn mannskap. Svona keppni fer fram á sem sagt velli sem 6x10 metrar og við þurftum að búa til 14 velli á gólfið í Laugardalshöllinni og á hvern völl þurfum við 2 starfsmenn sem sagt dómara og ritara, þannig að það var 28 manns stanslaust frá klukkan 9 til klukkan korter yfir 9 á laugardagskvöldi. Og já, keppendur sem mæta þarna, þeir eru væntanlega búin að undirbúa sér hressilega fyrir þetta mót? Það ger ég alveg ráð fyrir allavega, menn eru með æfingar, náttúrulega sennilega mjög mismikið en sterkustu einstaklingandi þeir æfa nokkru sinnum í viku. En já, fyrir þá sem halda með boccia, þetta nú ákveðin tækni það ekki að verða góður í þessu? Jú, það þarf töluvert mikla æfingu til þess að
geta stýrt boltanum á réttan stað á vellinum og þeir sem eru orðnir klárastir í þessu, þeir spila það sem eins og við köllum mjög tæft á völlin, þannig að þeir eru að spila á hliðarlínurnar og beita ýmskonar brögðum. En nú mikið að mótum framöndan hjá Íþróttasamband fatlaðra og gott betur það, og það náttúrulega það ekki svona helst svona stærsta núna framöndan, en það heimsmeistaramót. Já, það eitthvað í sambandi við sundið, þetta ekki? Jú. Ég ekki alveg inn í því. Nei. Ég mest inn í þessu boccia-dæmi, en aðrar íþróttir, við fylgjumst með þar líka, en kannski ekki eins mikið. Það verður allur tími hjá mér farið í þetta undirbúningu undir þetta mót og að gera þetta svona vel úr garði. En ef við förum út í starfi hjá okkur í Öspunni, hvað eru þið með í boði þar? Við erum með hellingi boði, við erum með náttúrulega sund, æfum sund í Laugardalshöllinni eða Laugardalslauginni, ætlaði ég nú að segja, alla daga vikuna nema sunnudaga með það sem við kallum keppnishóp, og síðan erum við með sundnámskeið fyrir krakka í sundlauginni hjá styrktarfélagi Lamaður og fatlaðra og ætluðum að vera með sundnámskeið líka upp í Mosfellsbæ og áttum frátekinn tíma þar í sundlaug, en okkur vantar þjálfara þar. Þannig að hér með auglýsist eftir þjálfara fyrir sund í sundlauginni í Mosfellsbæ. Það veitir ekki að því að koma því víðar? Já. En þið segir með sund og þið eru með þá boccia líka? Við erum með boccia, við erum með frjálsar íþróttir og við erum með keilu. Það eru milli 40 og 50 einstaklingar sem æfa keilu í keiluhöllinni í Egils til dæmis. Við erum með líka, kannski sem svolítið óvinnulegt, að við erum með listhlaup og skautum í skautahöllinni í Laugardal. Það eru 18 einstaklingar sem æfa listhlaup og skautum og keppa fyrir Íslands hönd bæði á það sem sérstakt mót þar sem allir fatlaðir geta verið með, og síðan á spesól mótum þar sem eru bara þroskahamlaðir. Þannig að það alveg nóg fram að bjóða? Já, við höfum fullt sem sagt. Það sundið, það keila, það frjálsar, það boccia og síðan erum við með þreggæfingar og ég ekki að gleyma ykkur. Það getur vel verið. Já, það getur verið. Svo mikið. En hvað svona framöndan núna hjá ykkur eftir þetta Íslandsmót í boccia? Þá núna framöndan náttúrulega jólamótið okkar sem við höldum alltaf á jólunum eða fyrir jólin og með svo jólakaffi og verðlaunafendingu. Og það má eitt koma fram hérna til dæmis í sambandi við þetta Íslandsmót að það komu 12 nemendur úr Íþróttakennaraháskólanum á Laugarvatni og voru sem starfsmenn á mótinu og stóðu sig alveg frábærlega vel, mjög gaman að hafa þá með og kynna þeim íþróttir fatlaðra, og þeir voru með það sem sérstakt námsefni í einhverju önn hjá þeim. En bara svona rétt áður en ég sleppi, nú ertu búin að vera í þessum bransanátuna í 35 ár, hvað kom til að þú til dæmis eins og Íþróttafélag Ösp var stofnað? Náttúrulega Íþróttafélag Ösp stofnað af foreldra- og kennarafélagi Öskjuhlíðarskóla gamla og sem sagt saman með Íþróttasambandi fatlaðra sem var þá stofnað 1979 og ég flytt í bæinn úr Vestmannaeyjum haustið 1979 af því að ég á þroskahamlaðan son og dóttur og það var ekki lengur neitt skóli, eða sem sagt það var ekki skóli fyrir hann í Vestmannaeyjum meira og drengur var búin að koma tvo vetur hérna í
Öskjuhlíðarskóla og vera vistaður í Reykjavík. Svo þegar hann átti að fara þriðja veturinn þá sagði strákur, nei, ekki nema pappa og mamma komi. Já. Það var ekkert annað en að flytja. Já, nákvæmlega. Og ég sé ekki til því. Nei, nákvæmlega. En ef maður horfir yfir svona árangurinn sem að íþróttir fatlaðra að skila hérna á Íslandi, það náttúrulega hvert afreksfólki á fætur öðru að koma núna upp. Já, bæði í flokki hreyfihamlaðra og þroskahamlaðra og núna þau eru að gera mjög góða hluti sem að synda í flokki hreyfihamlaðra, voru nýlega á móti þar sem að þau eruðu Norðurlandameistarar, tvö þeirra, Telma og Guðmundur til dæmis og núna stefnir náttúrulega Jón Margeir á hérna Ríó og ég held að Telma sé líka búin að vinna sér keppnisrétt þar þannig að það alveg fullt framöndan hjá þeim. Já. Og það svolítið gaman hvað alltaf að bætast við, það ekki svona íþróttir innan íþróttasambandsins? Jú, það verið að reyna að vikka frambúði þannig að hérna allir finni eitthvað svona við sitt hæfi og við erum líka svona hjá Öspinni að reyna að tengja okkur við önnur íþróttafélög sem eru með sérhæfðar íþróttagreinar, til dæmis eins og júdó eða skíði, við erum með skauta en við höfum ekki verið með skíði, en þá erum við að reyna að tengja okkur við önnur íþróttafélög sem að hafa þessar greinar á boðstólnum en hafa kannski ekki verið með fatlaðina sinna raða. Þegar við byrjuðum samstarfi við Gerplu þá voru einhver fatlaðir þar en núna held ég að sé 18 þroskahamlaðir einstaklingar sem æfa sem sagt 5 leika hjá Gerplu og hafa verið að fara á spesóluleika og gera það mjög gott þar. Til dæmis vorum 4 í Los Angeles í Ameríku í sumar. Þannig að það nóg að snúast. Já, það nóg að vera. Ólafur Ólafsson, svona fyrir þá sem vilja kynna sér starfið hjá ykkur, hvernig geta þið svona nálgast hjá ykkur í Íþróttafélaginu Ösp? Náttúrulega, ég alltaf með síman opinn og síðan erum við náttúrulega með heimasíðun ospun.is. Þar koma ýmsar upplýsingar félagið fram. Hverjir eru þjálfarar á hvaða tímum og hvaða íþróttagreinir. Þannig að þar allar þær upplýsingar. Ólafur Ólafsson, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og gangi ykkur vel. Já, þakka fyrir bestu þakkir. Já, ef ég fer rétt svo yfir hvernig við efstu 3 sætin í hverri deild fyrir sig á Íslandsmótinu í Boccia sem fórum helgina. Þetta voru náttúrulega 230 keppendur frá 15 félögum og í fyrstu deild þá var það Hjalti Bergmann Eiðsson úr IFR sem sigraði það og Jósef Vaff Danielsson úr Nes í öðru sæti, Stefán Torrarsson úr Eik í 3. sæti. Svo í annarri deildinu var Hrafnhildur Sverrisdóttir úr Snerpu í 1. sæti, Guðrún Ólafsdóttir Akri í öðru sæti og í 3. sæti Nanna Kristín Antonsdóttir úr Eik. Og í 3. deildinu var það Unnu Marta Svansdóttir úr Akri sem sigraði þar og Hörður Þorsteinsson var í öðru sæti úr Eik og Lena Kristín Hermannsdóttir í 3. úr Völsungi. Og í 4. deildinu var það Sigríður Karen Ásgeirsdóttir úr Nes sem var í 1. sæti, Gretar Georgsson úr Akri í öðru sæti, Kristín Friðriksdóttir í 3. sæti úr Snerpu og í 5. deildinu var það Védís Elva Þorsteinsdóttir úr Akri sem var segur úr bítum og Dagum Már Jóhansson úr Völsungi í öðru sæti og Júlíuna Silja Haraldsdóttir í 3. sæti. 7. deild var það Haukur Gunnarsson úr Nes sem var í 1. sæti, Konráð Ragnarsson í öðru sæti einnig úr Nes og Lófisa Pálsdóttir úr IFR í 3. sæti. Og í 7. deild var það Gunnar Hafberg Ingimundarsson úr Gáska í 1. sæti, Kristján Jónasson IFR í öðru sæti og Björney Þórun Sigurlaugsdóttir úr Ösp í 3. sæti og í BSE 1. sæti var Aðalheiður Bára Steinsdóttir úr Grósku, öðru sæti Hilmar Kolbjörnsson úr IFR og Sigurður Smári Kristinsson úr Þjótu í 3. sæti og í rennuflokknum var það Bernharður Höðversson úr Ægi í 1. sæti, Ástvaldur Ragnar Bjarnason úr Nes í öðru sæti og Kristján Vignir Hjálmarsson úr Ösp í 3. sæti. Við ætlum að stökkva eins yfir í handbolta núna eftir smá stund og segja ykkur frá gangi mál og leikjum kvöldsins. Farið ekki langt.
Nú komið að popkongi Íslands að skemmta sunnlendingum. Við erum að tala sjálfan Pál Óskar Hjálmtýsson.